Já, Kári, hver svona fyrstu viðbrögð eftir tap gegn Njarðvík? Bara pirraður, aldrei gaman að tapa en mér fannst við alveg svona eiga smá séns í það í fyrri hálfleik. Leiðilegt að lenda undir snemma en við náttúrulega bara hefði verið mjög fínt að ná kannski 3 æfingum fyrir þennan leik en ekki 2. Og svo spilum við einn æfingarleik og augnablik. En jú, bara pirraður. En Njarðvík bara góður í dag. Mjög skemmtilegt lið. Mikið talar um að þetta hefur verið svona ströggl kannski fyrstu 60 þar sem að leikurinn er ennþá í járnum 1-0. Þú veist, sástu þessum kafla því hefði alveg getað jafnað og gert meira úr? Við fengum eitt fínt færi 1-0 og þá átti hann, held ég nafnum minn, frábæra tæklingu þegar Hjörvar var eiginlega sloppinn í gegn. En þú veist, í 1-0 er þetta alltaf leikur og við reyndum að halda þessu í leik en svo bara, þú veist, fitnessi er ekki betra en þetta eins og kannski sést. En ég er bara stoltur af liðinu mínu, það eru ungi strákar sem eru að spila fyrstu 90 mínútur. Benni ótrúlega flottur í dag og Garðar kom inn líka á Axel, mjög skemmtilegi strákar. Þannig að fyrirfram áttum við kannski 10% séns í þessu leik sko. En mér fannst þetta bara mjög gaman. Já, þú veist hvernig líður þér núna? Ertu bara sáttur með standið þannig? Nei, alls ekki sáttur með standið. Það hefur aldrei verið verra en það er tími til að bæta það. En ég spilaði með tak í bakinu síðustu 25 en ég er bara stoltur að hafa klárað 90, ég hef ekki segið það bara þannig. Er þetta, þú tók eftir að þú varst svolítið á miðjunni í leiknum og kannski svona frjáls aðeins. Er þetta eitthvað sem við fáum að sjá í sumar? Já, leit út fyrir að ég var í frjáls af því ég var ekki að halda stöðunni nógu vel. Ég var bara þreyttur skilur en ég hef verið að spila aðeins í 4. deildinni á miðjunni, það er mjög gaman og maður þarf náttúrulega bara að spila sér í stand. Þetta þýðir ekkert að vera svona í sumar sko. Hvert er svona markmið Smára í sumar? Ég bara veit ekki ennþá. Við erum ekkert búin að setjast yfir það en ég held að sé markmiðið aðalega bara hafa eina góða æfingu og það sem að flesti mæta og hafa svolítið gaman bara og svona hafa gott klefa chill. Ekki lengra, takk fyrir þetta. Takk fyrir viðtalið.